Snjómokstur gatna og göngustíga líklega eitt vinsælasta umræðuefnið hjá Norðlendingum þessar vikurnar, enda hefur snjóað talsvert á undanförnum dögum sem kallar á snjómokstur. Eðli málsins samkvæmt ekki hægt að verða við óskum allra fyrsta daginn eftir góða snjókomu. Það tekur nokkra daga að hreinsa allar umferðaræðar. Verktakafyrirtækið Finnur eitt þeirra fyrirtækja sem sér snjómokstur á Akureyri og hérna sjáum við sjálfan eigandan, Finn, að störfum við Hamarstíg og í innbænum rákust við svo á annað gengi frá Finni. Finnur segir að mikið hafi verið að gera á undanförnum dögum og hann segir að sumar götur séu ansið þröngar og bílar valdi á stundum vissum erfiðleikum við moksturinn. Stjórnendur stórvirkra vinnuvéla þurfa að huga að ýmsu, til dæmis steyptum köntum gangstétta og vanur mannskapur því nauðsynlegur. Já, það skiptir bara öllu máli. Ég vildi ekki vera með óvana menn hérna, alls ekki, Þetta yfirleitt þannig hjá okkur hérna í þessum hverfum minnstakosti þessum eldri að það séu svona tvö tæki þá saman? Já, það yfirleitt svona tvö tæki og svo eru 1 til 2 að keyra frá, því að þetta verður bara alltaf að fara í sjóinn. Já, það bara þannig? Já, svona allavega fyrri part vetrar þannig, svo þegar fyrir að líða á veturinn þá sleppum við eins mikið að skilja eftir og láta það brána bara. Finnur segir að ný hverfi séu margt auðveldari, fleiri bílastæði til dæmis. En hvað segir Finnur skipulag nýrra hverfa? Tekið tillit til íslenskrar veðráttu? Nei, bara alls ekki, Og hérna áður fyrir voru óbyggðar lóðir hérna sem við geymdum snjóinn hérna í gömlu hverfunum og svona á og til allan bæ. Nú búið þetta byggð og búið að byggja á öllum þessum reitum, þannig að það svona eins og þeir segja bara að það bannað að snjóa á Íslandi, eða Akureyri, Það bara ekki gert ráð fyrir því? Nei, stundum ekki. Þetta í lagi sumstaðar, En þessir dagar núna, það mikið hringt í þig, vantarlega? Já, það mikið hringt, Samt fólk sýnir þessu alveg umburðarlyndi, langflestir. Það náttúrulega einn og einn svona alveg hundileiðilegir, þú veist. Þannig að þetta eru allar tegundir, en ykkur nú vantarlega svona af og til boðið jafnvel inn í kaffi eða fáið út súkkulaðibita? Já, við fáum súkkulaðibita og kleinur og kaffi jafnvel í plastílát og eitthvað, Þetta menn sýna þess alveg skilning langfestir, en sumum liggur rosalega á og þeir eru eiginlega bara fyrir okkur, þú veist, og jafnvel steita faramann í okkur hnefan eins og við séum að gera þeim einhvern óleik hérna í umferðinni sem alls ekki, Það hafa allir Akureyringar eða flestir minnstakosti einhverja skoðun á því hvort að bærin sé vel mokaður eða ekki? Já, ég held að það eru örugglega 1500 bæjarvegstjórar hérna í þessum bæ, og menn verða bara að dæma þetta, Við allan reynum að gera þetta eins og vel eins og við getum og reynum að hafa alla glaða og vonaða, þannig að auðvitað verða alltaf einhverjir fúlir og það ekki hægt að moka alla göturnar einu. Það tekur eina viku að moka eftir einu svona stór hríð. Já, það svona meðal tíminn 1 vika að hreinsa bæinn sæmilega? Já, að opna allar íbúðagötur, það kostar eina viku í mokstri. En nú mikil áhersla lögð á líka að opna göngustíga og svona, og þið sjáum það allt saman? Já, við gerum það og ásamt, það eru náttúrulega fleiri í þessu heldur en ég sem betur fer, en núna verið að leggja mikla áherslu á að moka í kringu skólana á morgnana og göngustíga að og frá skólanum til að forða börnunum á götunum það mátti alveg lagast, og þetta komið miklu betri farveg heldur en það var. Og talstöðin í gröfunin mikið þarfaþing. Það mikil gleði í talstöðinni þegar að bæjarbúar eru búin að sýna okkur mikla óvild. Það alveg rætt viðkomandi í stöðinni. Þeir fá engin verðlaun hjá okkur í talstöðinni. Það eins gott að það sé ekki verið að hlera það. Eru bæjarbúar eins og við tölum áðan, kröfuharkan, hún stundum of mikil? Ef það lítill snjór þá rosalega mikið krafa, ef það ekki mikil ófærð. Svo ef það kemur mikil stórhríð og mikil ófærð í bænum og þá verður þjónustustigið allt annað, Þá sýna menn sem meiri tillitssemi og þá sjá menn virkilega að það getur orðið, þetta vandamál, en
stundum eru menn alveg að springa úr frekju yfir bara einhverju smá föl sem ekkert sko. En hvernig aðstæður eru erfiðastar fyrir ykkur? Er það sem sagt eftir hláku eða hvað og svo þegar fristir honið það? Já, það er verst þegar hlánar og fristir sko, áður en við náum að moka þá treðst þetta niður og verður klakki og sem kallar bara á endalausan sandburð og sem kallar á enn meira svifryk og já, það er bara allt vont við það sko. Það er allt vont við að skilja snjóin eftir ígótónum, allt. En hvaða aðstæður eru bestar til dæmis, skiptir það máli hvernig haustið er til dæmis? Já, það skiptir rosalega miklu máli að jarðvegurinn eða kantsteinar, gangstéttir, allt brunnar fái að pinnfrjósa áður en að fyrsti snjórinn kemur. Þá er mikið minni hætt á sem sagt, bæði slysum og skemmdum á vélum og eins á skemmdum á kantsteini. Þá er þetta bara frosið fast. Það fer þá ekki þó klappir eitthvað aðeins utan í þetta sko. Þetta er bara frosið. En ef þetta er ófrosið, það má ekki koma við þetta sko, ófrosið. En hvernig er það með Finni? Tekur hann alltaf veðurspána á kvöldin og spáir í spilin? Já, maður séum með nefið út gluggann alla nóttina eiginlega. En við vöknum klukkan 3 sko og þá tekum maður stöðuna á þessu og alla hana strákandi mínir, ég má hringja bara í þá hvenær sem er og þeir eru bara komnir eftir hálftíma. Þannig að þetta er harðkjarna lið? Já, við byrjum yfirleitt að moka klukkan 4 og mókun til 8 sem sagt kvöldið sem sagt. En þrátt fyrir að þið fáið nú svona svolítið skammir, þið njótið ykkar í þessu starfið, þetta er gaman líka? Já, auðvitað þetta er gaman, annars værum við ekki í þessu skilur, þetta er alveg gaman líka og þetta er alveg gaman líka þegar að, þú veist, mann er þakkað fyrir það sem er vel gert og menn sína þessu, já, þú veist, einhverja taka tillit til þess sem við erum að reyna að gera. Við erum að gera bæinn okkar færa svo að menn komist í vinnuna og geti lagt bílunum sínu niður í bæ og eigi ekki að hættu að keyra á mann og annan hérna á leiðinni niður. Þetta snýst það.